Persónulega þetta félagsskapurinn að finna allan þennan stuðning og þennan félagsskap í kringu sig sem bara ómetanlegur. Þetta svolítið eins og símenntun. Þú eiginlega bara skráir þig inn í svona ákveðið símenntunarprógramm og ég veit að frú Vigdís Finnbogadóttir sem nú heiðursmeðlimur okkar, hún hefur talað þetta sem opinn háskóla og hún hefur mjög rétt fyrir sér þar. Þetta leiðir þá til þess að við erum yfirleitt með fyrirfram ákveðna dagskrá þar sem við erum með einn gest eða fyrirlesara á fundi klúbbsins í hver einustu viku og viðfangsefnin geta verið afskaplega fjölbreytileg og spanna eins og ég segi allt frá stjórnmálum, vísindum, listum, samfélagslegum málefnum. Það engin trúamál og engin pólitík og það bara þverskurður á þjóðfélaginu á þessum fundum. I think that younger professionals should definitely join organizations like Rotary because we spend too much time working. But at the end of the day, we don't ask why are we working? What are we working for? The Rotary and organizations like Rotary kind of force you to ask that question. Ég hvet ykkur eindregið til að kynna ykkur starfsemi Rotary á Íslandi og nánari upplýsingar má finna á rotary.is.